Já, ég var beðinn að koma með nokkra punkta varðandi skilvirknina. Eitt reyna að útskýra það aðeins betur. Það kannski dálítið seint núna, en ef það hjálpar einhverjum, þá alveg sjálfsagt að reyna að útskýra það einhver leyti, og ég ætla að gera það með því að tala almennt verkefnið og gefa einfalt dæmi. Ef við skoðum það fyrst lið A. Í lið A þar eigum við að búa til, við eigum að gera, við ætlum að kanna skilvirkni þessara mismunandi union find reiknirita og gerum það með því að búa til runu af pörum af handahófi af ákveðnum fjölda og mæla tíman, hver langa tíma það tekur. Til að mynda segjum að við byrjum að við ætlum að gera tilraun með quick find. Quick find á að vera hérna, quick find, ok. Við ákveðum að við ætlum að byrja á því að skoða tilvikið þegar n er jafnt og 8. Nú ef n er jafnt og 8 það er uppastillillið, það er þá líka n0. Það þýðir það að k, fjöldi para sem við ætlum að framleiða er þá hálfur sinnum n, það er 8, sinnum náttúrulega logrin af n0 sem er 8 og log n af 8 er það bil rúmlega 2, 2 sinnum 4, 8, ok, segjum þetta sé 9. Alright, og þá gerum við einfaldlega lykkju, fer einnig upp í 9, búið til slempi par og þannig að við byrjum að taka tíman hérna, búin til þessi pör til að mynda. Við búum til 0, 1, ok, við komum 1, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 5, 5, 3, 3, 2, 1, 3, takkið þetta er það ekki, þess vegna verið endurtekið. Við erum búin að búa til 6, 8 pör, síðasta parið 0, 1, aftur endurtekið, við erum búin. Síðan mælum við tíman á þessu og þá erum við komið eitt gagnapunkt. Þar sem við segjum við með þetta sem einhver hérna 1,3 í einhverju gagneiningu, einhverju mæleiningu. Og svo höldum við áfram, reiknum hérna tíman fyrir n-16 þá, við tvöföldum þetta. Aftur þá búum við til einhvern fjöldi staka, hvað er fjöldin, þá er k jafnt og, þess tilfelli hálfur sinnum 16, sinnum náttúrulega logrin af 8, það var n0 hérna. Og þetta geti til dæmis verið 18, segjum svo. Og þá ætlum við að búa til 18 stök hérna. Búin til 18 stök, framkvæmum union á hvert þeirra. Þar til þessu lokið. Tökum þennan tíma og við fáum kannski tíman 6,1. Og svona höldum við áfram, gerum það saman fyrir n132. Nú ætlum við að gera hérna doubling ratio prófun á þessu. Það þýðir það að við berum sama tíma sem við tókum fyrir ákveð gildi af n og tvöfalt stærra gildi af n. Tökum hlutfallið á milli, hérna er hlutfallið hvað 4,1 segjum við. Þegar við mældum fyrir 32 þá allt í einu fáum við 25 og þá erum við komið með 4,02. sem hlutfallið milli 25 og 6,1. Og svona heldum við áfram, við fáum þessu hlutfall fyrir 6 mismunandi gildi af n og sjáum á hvað það stefnir, hvort það er einhver ákveðin mynstur í því. Þetta hlutfall ætti þá að segja okkur til tímaflækjuna fyrir þetta reiknirit. Nú, við gerum þetta síðan fyrir öll reikniritin, þar sem við gerum það líka fyrir quick union og weighted quick union, samskonar dæmi. Og það sem meira er að við viljum, þegar við erum búin að koma með þetta hreint, að þá reynum við að gera aðeins nákvæmari mælingar, það er að segja að við veljum eitthvað gildi af t, tökum sem dæmi t er undir 10. Það þýðir það að fyrir hvert gildi af n, þá ætlum við að gera 10 svona prófanir. Og þannig þá fáum við einhverja mælingar, segjum það að vera 1,3, 1,2, 1,3, 1,4 og svo framvegis. Tökum 1,5, tökum meðaltalið af þessu, meðaltalið er 1,32 og þá er það svo tala sem við notum hérna.
Og þá vonandi ætti þessi hlutföll að vera dálítið nákvæmari að því við erum komið með nákvæmari mælingu á þennan tíma sem þetta tekur. Og þetta var liður A, skoðum næst lið B. Lið B eigum við bara að útfæra einhver reiknirit, ekki satt. Lið C hins vegar. Þetta verður nokkuð sjálfgefið hvað það þýðir að útfæra þessi reiknirit. Í lið C þá eigum við að gera tilraunir en aðeins annan hátt. Það er að segja að nú ætlum við að búa til lista af svona pörum. Og sem dæmi segjum við höfum valið hérna n jafnt og 6. Nú ætlum við að geyma þessi pör sem við búum til í lista. Þannig við búum til listar hérna sem T. Það er semst fylki á innihalda pör. Og hversu mörg pör er það? Já, það fer nefnilega eftir í hvaða stök við búum til. Hérna vorum við semst með, það þýðir að stökin eru 0, 1, 2, 3, 4 og 5. Og við ætlum að halda áfram að búa til pör þar til að það verða tengd. Hvað þýðir það? Jú, við búum til eitt par af handahófi, þá fáum við kannski 0, 3. Ok, þá eru 0 og 3 tengdir. Síðan búum við til parið 1,3. Ok, þá eru þessi 3 tengd. Síðan búum við til 4, 5. Ok. 0, 2. Nú séum við 0, 2, 1, 3 eru öll tengd. 0, 3. Já, það er ennþá áfram tengd. 5, 4. Ok, aftur fáum við saman parið. Þetta er ekki orðið tengt ennþá. 1, 3, ups, allt ennþá það sama. Loksins fáum við hérna 0, 4. Nú eru öll stökin tengd og þá hættum við þessum lista. Þannig við hættum akkurat þegar öll stökin verða tengd. Það er að segja þegar Unified gagnagrindin okkar sem við notum bara í þessum tilgangi segir okkur að það sé komið nóg. Þá erum við komið eitt hérna lista. Síðan, og þetta er rútína í þessu sélið til þess að bara gera þetta. Búa til svona slembi lista sem enda nákvæmlega þegar öll stökin eru tengd. Í lið D síðan, þá ætlum við að gera tilraunir á þessu Unified gagnagrindum. Það eru 5 mismunandi gagnagrindur. Það er Quick Find, Quick Union, Weighted Quick Union, Weighted Quick Union með Path Compression og Heighted Quick Union sem þið útfærið þarna líka í lið B. Nú, af þeim þá eru þessar fyrstu 2 eru hægvirkar og seinni 3 eru hraðvirkar. Þannig að við ætlum að bera þessar fyrstu 2 saman og síðustu 3 saman. Þannig að við tökum þennan lista hérna og keyrum Quick Find á þennan lista T. Tökum tíma sem það tekur, segjum að það sé einhver T1. Síðan keyrum við Quick Union líka á þennan lista hérna T og fáum einhver tímamælingu það T2. Það sem við áhuga á er að birta, ok, hvað er hlutfallið þannig á milli? T2 deilt með T1. Þetta gerum við síðan ítrekað, bæði við gerum ákveðið margan fjölda af þessum mismunandi fyrir þetta ákveðið gildi af n og síðan gerum við þetta aftur líka fyrir þessi mismunandi gildi af n. Þannig að við síðan gerum þetta næst fyrir n-12, n-24 og svo framvegis. Og þá ættum við að fá einhverja runu af punktum og við sýnum það á línuriti, hvernig það á að líta út og það gefur þá einhverja mynd á það, svona samanburð á 2 reikniritum. Við gerum það saman við þessi seinni 3, við tökum tíman sem T3 er þá tími sem Weighted Quick Union tekur og T4 er tími sem Weighted Quick Union með Path Compression tekur og aftur og sama með height útgáfuna skoðum hlutfallið þannig á milli og birtum það líka í svona línuriti fyrir þessi mismunandi gildi af n. Nú, síðan er það í lið E
í lið E að þar eigum við að búa til stök af handahófi líka og geyma í lista eins og í lið C, nema bara að það er ekki alveg sama hvaða pör það sem eru búin til. Segjum sem svo við ætlum að búa til M sinnum M fylki, þetta er M sinnum N möskvi, sem þýðir það að við getum númera hnútana svona 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ef M er jafnt að 3. Það þýðir það að þau stök sem við viljum búa til af handahófi verða að vera tengd hérna í þessari matrísu, þessu möskva. Sem dæmi að við getum búið til 1,4, fínt, það er par. Næsta par geti verið 2,5, það geti verið 4,5, já, fínt. Það geti verið 6,3, geti það verið 6,0, nei, þau eru ekki tengd, þau tvö. Geti það verið 1,5, nei, þau eru heldur ekki tengd. Það verður að vera einhver af þessum tengingum sem eru hér. Næst getum við fengið 4,1. Nei, það má ekki endurtaka í þessu tilfelli þau pör sem eru þegar komin. Þannig við myndum að halda hérna áfram. Ef við verðum að prósessera þetta, þá erum við búin að tengja þessa tvo saman, 4, 5, þessa tvo saman, 6, 3. Þannig að við getum fengið næst 1,2. Þannig að þá er þetta orðið vel tengt. Við getum fengið 0,1, síðan getum við fengið 5,8, fínt, 5,7, 4,7, alright. Og lokum hlýtur að koma að því að við tengjum einhverja af því sem eftir er, þar er við til dæmis 6,7 og þá er þetta núna orðið alveg fulltengt og þá endar listin hérna eftir þessi 13 stök. Þannig að þetta er svona einfalt samantekt af þessu verkefni. Endilega spyrjiði ákveðna spurninga á Piazza ef það er eitthvað óskýrt, en annars verður þetta duga sem svona stutt samantekt af þessu verkefni.